Þegar við erum búin að búa til öll bóksin okkar og viljum fara að láta þau gera eitthvað skemmtilega en að sitja bara á síðunni, þá þurfum við að fara einhvern veginn að eiga einhvern veginn við þau og þá notum við þetta Visual Formatting Model sem CSS2 skilgreinir. Það fyrsta sem við höfum í raun bara eðlilegt flæði sem það sem við höfum séð hingað til þegar við setjum bara efni og mörkum það upp með HTML, en þá fá elementin annarkvort á sig annarkvort blokk element eða inline element. Blokk element eru þannig að þau fylla upp í alla mögulega breidd foreldri síns að þau leiti að við setjum inn til dæmis paragraf, p-element og það fyllir út í alla lárétta breidd sem í boði. Síðan höfum við inline element, þau forma ekki blokkir, heldur það efni sem í línur og fær ekki margin fyrir ofan eða neðan sig. Þetta þá þess að við erum með texta. Við erum með eitthvað orð, svo kemur eitthvað A-element sem inline og þá leggst það upp að og í línu við hin elementin sem það með sem eru inline, eins og texti eða em eða strong. Síðan hefur við display sem eigindi sem við getum notað til að breyta því hvernig elementin haga sér, breytt þá sjálfgefnu gildi þeirra. Við getum látið þau verða að blokkelementi, þannig að við getum tekið A-element og látið það hætta að vera inline element eins og það sjálfgefið og vera blokkelement, og við getum látið það vera inline, þannig að við getum tekið P-element og látið það verða inline, en síðan getum við líka látið element verða inline blokk, en þá raðast þau í línuna en haga sér eins og blokk, þannig að þau geta tekið margin. Þetta getur verið gott til dæmis til þess að taka element og láta það vera miðjujafnað með því að nota text align eða gera aðra hluti sem lætur okkur gerir þetta auðveldara í notkun. Og áður en við fengum Flexbox var inline blokk orðið með mest notuðu leiðunum til þess að eiga við hluti með position. Síðan getum við notað display none, en þá boxið algjörlega fjarlægt og það ekki með í neinum útreikningum og það ekki gert neitt pláss fyrir það, þannig að það ólíkt því sem visibility hidden gerir. Hér erum við með box sem sett með display block, en það líka það sem sjálfgefið á div, þannig að við breytum þessu þá gerist ekki neitt og við getum séð hvernig það display hér block, user agent stylesheet, div block. Síðan erum við hér með element, þar sem við erum með inline block, svo erum við með inline element og þá sjáum við að það með margin 50 eins og all hinn bóksinn, og ef við stekkum marginið sérstaklega á þessu bóksi, farum aftur í sama, sérstaklega þessu hérna bóksi, margin top 1000 pixlar og ekkert gerist. Ef við gerum það sama við þetta bóks, þá það tekið til gildis. En svo sjáum við hvernig þessi bóks raðast öll í línu. Svo höfum við líka bóksina sem sett sem display none. Ef við leyfum því að birtast, kemur það hér, tekur 100% vídd og ýtir hinu bóksinu niður í nýja línu. Við sjáum að það tekur alltaf þessa hérna breidd, menn inline blokkin tekur bara það pláss sem því gefið. Og ef við setjum síðan visibility hidden og sjáum hvernig það tekið inn í reikningin hérna og þetta blokk heldur áfram að fara hérna niður, en ef við síðan setjum display none þá hoppar aftur upp þar sem það ekki lengur tekið með í reikningin.
Staðsetningu getum við svo stillt með position eigindinu, en það stillir hvernig element hefði sér. Við getum sett static, það er sjálfgefið á öllum elementum, þá er það í eðlilegu flæði. Við getum sett relativt, þá er það hlutfallslegt miðað við eðlilegt flæði. Absolute, þá skilgreinum við absolutely hvernig og hvar boxi birtist. Og fixed, og þá skilgreinum við út frá glugganum, sem sagt í vafranum, hvernig boxið er fest. Offset eru svo eigindi sem við notum til að skilgreina staðsetningu ef positioninu er ekki static, og það gerum við með því að gefa top, bottom, left eða right gildinum tölu. Þar getum við sett neikvæð gildi til þess að færa þau ofar eða neðar eða meira til vinstri eða til hægri. Position relative hefði sér þannig að boxið er tekið út úr eðlilegu flæði en skilur samt eftir sér pláss og er reiknað hlutfallslega miðað við offset skilgreininguna. Og þetta hafa sér þá þannig að við höfum hér nokkur box. Fyrstu tvö boxin eru hér í eðlilegu flæði, taka fulla breidd. Síðan höfum við hér relative box sem er í raun bara nákvæmlega eins og við erum með position relative, og það gerir án þess að vera með neitt offset skilgreind, þá er það box bara kjurt. En ef við gefum því til dæmis top gildi 10 pixla, þá byrjar það hlutfallslega miðað við hvar það er í eðlilegu flæði að færast niðar eða ofar. Þannig að hér erum við búin að setja nákvæmlega ofan á hitt boxið. Síðan erum við með eitthvað relative box below, og þá sjáum við hvernig það á sitt pláss hér, en er samt búið að færa það með við tvöfalda hæð hérna niður 2 línur. Þannig að við fjarlægjum þetta, þá er öll boxin í línu. Ef við setjum þetta aftur, þá færist það hlutfallslega svona langt niður og skilur eftir sér plássið. Position absolute er nákvæm birting þar sem við tökum boxið út úr eðlilegu flæði og staðsetjum það algjörlega út frá containing block. En containing block er fyrsti forfaðir með position absolute, fixed eða relative. Ef það er ekkert þannig blokk til, þá er það rotor elementið, yfirleitt body. Þau skilja þessi box sem við erum búin að taka út úr eðlilegu flæði, skilja þar alveg ekki eftir sér pláss og eru ekki reiknuð með. Þannig að þá fáum við eitthvað sem er svona. Ef við erum aftur með þessi box hérna og nú erum við box og annan box fyrir neðan, og svo erum við með eitthvað absolute box sem að ætti að vera staðsett einhvers staðar hér. Þannig að við setjum við hérna inn í eðlilegt flæði aftur, þá tekur þetta pláss, og svo tökum við það og við setjum það top 0, left 0, sem þýðir að það fer upp miðað við hornið á vafranum á containing blokkinu, sem er þá fyrsta sem er body og er HTML hér og er staðsett með við það. Og svo getum við fært það ofar og neðar og til vinstri svona. En hver er munurinn þá á því að okkur notum við ekki bara alltaf þetta? Ef við setjum right sem 0, þá fer boxið akkurat hinum megin og þá hefur við möguleikann á því að staðsetja það út frá því gildi. Og sama með bottom. Ef við setjum bottom hérna, þá fer það við botnin hérna, en hér er allt komið út fyrir skilgreind dæmi. Svo hefur við hérna eitthvað sem við erum búin að gefa einhverju boxi position relative, fasta breidd og búin að staðsetja það í miðjunni. Þannig hérna erum við með containing block, þá sjáum við að það tekur hérna þetta pláss að ofan. Inn í því eru tveir textar og á milli þeirra
er eitthvað box sem við staðsetjum síðan absolutely miðað við containing blokki núna. Af því núna er þetta hér næsta containing blokk fyrir þetta box. Þannig að 0 og left eru þau gildi sem eru mörkuð af því boxi. En þar sem það er tekið út úr eðlilegu flæði þá eru hin elementin í eðlilegu flæði og reiknast þar af leiðandi þannig. Þannig að þá erum við með P hér og annað P sem að haga sér þannig. Þannig að þau haga sér nákvæmlega eins og þetta hérna element væri ekki með. Position fixed er síðan staðsettu boxið fast miða við viewportið sem er þá plássið sem að við sjáum sem vafrinn er að sýna okkur og það er einnig tekið út úr eðlilegu flæði. Og það hreyfist ekki þegar skjalið er skrollað og þau skilja ekki eftir sig pláss. Þannig að þá erum við hér með einhver 2 box sem eru bara í sínu eðlilega flæði, mjög há og ofan á þau, ofan á gluggan allan erum við búin að setja box sem við skilgreinum hérna sem 100% breidd, 100 pixela hátt, þannig að það verður fyllir út í allt viewportið og með gegnsæjan bakgrunn. Þannig að þegar við síðan skrollum þá er þetta box fast ofan á. En þegar við förum að taka þessi box út úr eðlilegu flæði og leggja þau jafnvel ofan á hvert annað, þá erum við komin með setás sem við getum átt við. Það segir mér til í hvaða röð þau eru lögð ofan á hvert annað. Og það er þá ræðst af stacking order, en þau eru skilgreind þannig að element er eftir því sem það er neðar í skjalinu því hærra stacking order fær það, en við getum líka átt við það með því að setja seta-index-gildi. Þá erum við hér með 3 box, eitt in front, eitt sem er með textinu middle og eitt sem er way back. Það er með seta-index 1, 2 og 3. En nú getum við tekið þetta box og fært það framan með því að færa upp seta-indexið. Þannig að þá erum við að ráða hvernig það stakkast. Hérna getum við fært það aftar og framar og við getum gefið þessu neikvæð gildi. Því þá að við færa þau aftar. Aftar en sjálfgefna gildið, jafnvel. Floats eru síðan önnur leið til þess að eiga við efni og breyta því hvernig þau flæða. Þá gerum við með float eigindinu sem er annað hvort left, right eða none og none er sjálfgefið. Þá tökum við boxið út úr eðlilegu flæði og við fleitum því til hægri eða vinstri miðað við þá línu sem það er í. Þannig að línan er skilgreind sem efsta lína sem snertir boxið sem að þar sem að í eðlilegu flæði efsta línan er línan sem því er fleitt miðað við. Ef það er ekki nóg lárétt pláss er boxið ýtt niður þar til það kemst fyrir. Við getum stýrt hvernig flæði í kringum floatboxi er með því að nota clear eigindið sem er þá annað left, right eða both. Það verður að fara að cleara til vinstri, til hægri eða báðum megin við okkur. Ef við hreinsum ekki getum við left vandræðum með ytri boxin því að þau fá ekki hæð en við erum með að flota inn í þeim. Clear fix eru leiðir til að losna þessa hegðun, en í dag erum við komin með flexbox sem leyfir okkur að losna við það að þeirra nota float þar sem þau geta verið geta valdið miklum erfiðleikum í því að setja upp útlit. Það sem við erum mest að gera í dag með floats er að láta með blandast með texta sem eru upprunalegi virkni þeirra. Þannig að hér erum við með einhver texta og einhver box sem við erum síðan að flóta til vinstri með því að gefa því float left. Þannig að við sleppum því og það kemur í eðlilegt flæði og tekur allt þetta pláss. En hér
fer það inn á milli línna og tekur það pláss sem það þarf og svo fer textinn eftir því hvað pláss hann hefur. Þannig hann reynir að flæða utan boxin. Síðan erum við hér með clear á box. Þannig að hér það 2 box, báðum fleitt til vinstri. En ef við vildum að þetta box myndi fara í nýja línu, þá myndum við setja clear both á það, eða clear left. En ef þetta væri bara til hægri, þá gerir það ekki neitt, heldur left og þá fer það niður.